Velkomin í Julian Perspective. It's all about strength, comma, murder on drama. Fuck the cops. I went to rock through the ghetto in a striker. I danced with. Velkomin í Julian Perspective podcastið. Já, ég lendi það á hann, ég var að ringja á Teams Já, sem ógeðslegt forrit. ég hef aldrei notað Teams. Það gott, það hræðilegt forrit og vont. Já. En þú ringir, þá kemur sko Skype ringitútin. Og til að minna þig á hvað þeir tóku frá okkur. Skype var Skype og MSN, þetta er það gaman. Sita status. Vera með lag í status og vera með svona Rose sem að detta laufin af. Eitthvað svona Breaking Benjamin og Rose að Bara, þú detta. veist, only real ones message me. Það er Já. fucking- True sko, og senda þarna hlæjandi konu stikkerinn Já. og geta sendt nudge, þú veist nudge geggjað. Það er nú geggjað. Núna bara nudge alltaf, eða þú veist, núna constantly nudge. Hvað er áreiti bara? Nei, þú veist, bara svona Það í er síman, þú feature, veist, já. þegar hann hristist. Já. Ímyndar að ef einhver myndi nudgea þig 40 sinnum á dag. Hey. Ég veist, ég myndi, þú veist, ég hata það nú þegar. Já, eitthvað svona, þú veist, konstant áreiti. Já. Það er geggjað, það er gott fyrir þig, sko. Það er líka svo fyndið svona þegar það var ennþá novelty. Ef þetta er eitthvað svona, hey, Wow, ég get Já, actually það- heyrt eitthvað svona brubib. og það Og svona svona, fer ég að geggjað. tölvunni. Hvað ætli vinir mínu sé að segja? Þegar örgulega einhverjar finnar skrýtlur til að segja mér. Já. Það áhugaverða staðrindir um lífstíl. Eða eitthvað svona heima sem ég ringir og þú svona svara bara. Já. Þú veist að ringja heim til einhvers Já. og það gett samfélagslegt svona já, næs. Það er alltaf að tala við pappa einhvers í svona 1 mínútu. Sem ástæðan. Já. Þú veist, ég held að það sé ástæðan fyrir allt er fakt. Já. Þú ert ekki að tala nóg við pappa einhvers. Í alvörni. Ég held að Það er í heimsókn og banka í einhverjum, byrðum að fara út að leika eða eitthvað. Já. Þú veist, þú þurftur að eiga samskipti við einhvern Já. sem þú kannski þekktir ekki, þekktir smá, þú veist, eitthvað pappi vinaði, skilur maður eitthvað. Hæ, ég pissaði mig. Sorry, ég skal fara. Sorry. Það var inn og það var út og að gera það. Þú hvað er pönningur? Nei, hvað er að gera? Þú fara að slá. Já, ok. Er nonni Það- heima eða? Nei. Þetta er alveg svona, ég hef alveg pælt í þessu, þú veist, að því að við erum báðir, þú veist, utan af landi. Já. Það sem að, þú veist, það eru bara það fáir krakkar á þínum aldri. Þú verður bara að hanga með öllum. Já, Og þú veist, ef það er einhver, þú veist, 60 í heimsókn, þá áttu bara að það er bara að chilla finna með. einhvern til að spjalla við einhvern 60-an. Já, þú veist, ég held líka að það sé bara svona bæði það, þú veist, að þurfa að sósíalsega fólk að þurfa að gera það eitthvað það Já. og eitthvað svona actually fara út Já. og tala við eitthvað Já. og eitthvað svona að þurfa að tala við eitthvað eldið, þú veist, þú þarf bara að læra að tala íslensku. Já. Það skilur Þú veist, þú, ég var að hlusta á eitthvað fucking myndband daginn, ég er að reyna að finna þetta aftur. Það var eitthvað gauður að tala um þarna AI fjárfestinga sem er bara svona eins og hann sé ekki til, hann eitthvað Altmann. nei, eitthvað svona, nei, þú veist En- nei, ég er að tala um Íslending, Nú, já. eitthvað whatever, eitthvað spænst nafn, ég man ekki hvað það var, sem bara svona hann hljómar eins og hann sé, Sem var í fréttunum hann að já, ég heyrði að hann hafi verið í fréttunum, Já. ég er náttúrulega horf ekki að fréttunar Nei. af því að ég er sane manneski, ég er clinically sane og þá er eitthvað gauður eitthvað svona að tala gaggrina hann, eitthvað svona já, ég er actually fjármálaráðgjafi, bla bla, og bara svona og hljómaði alveg svona, ok, þú veist Já. ég ætla ekki að dæma hann, eitthvað svo var ég að hlusta á hann tala og ég bara svona er hann ekki íslenskur kannski nei, Já. hann er íslenskur en hann bara talaði eiginlega ekki íslensku Æ, og ég svona en hann er samt fjármálaráðgjafi og eitthvað svona virðist alveg vera svona hafa frekar gott í lífinu já. eitthvað, en ég var að tala við bróðum en hann bara eitthvað svona, já, þú veist fólk á mínum aldri, þú veist, okkar aldri er bara eitthvað svona, getur ekki talað Nei, getur ekki talað það er íslensku reyndar frekar brjálað. Það er alveg svona, þú veist, og eitthvað svona skrýtnir hlutir eitthvað svona að segja vittlust eitthvað svona, eins og segja vittlust í persónu eða eitthvað, það er reyndar eða bara eitthvað svona brjálað. ég fórum saman út í, eða eitthvað, bara svona hvað,
það er líka, þú veist, ha, það mótar hvernig þú hugsar. Já. Þannig eitthvað svona, ertu þá með, ert þú í þriðju persónu? já, Svona alla jafna, nákvæmlega þetta er það sem ég hef alltaf sagt með, þú veist eitthvað svona, fólk er eitthvað svona, enska er svo góð og því að það geta allir talað hana því hún er einfald og ég bara svona það einfalda samt alla hugsun Já. og þú veist, þegar þú veist að tala þú veist, fólk er að tala milli landa, sure Já. þú veist, þú veist ekki að koma eitthvað mjög flóknum hlutum að framfæri en væri ekki betra ef þú gerði það? Já, þú veist, svona, Þú veist, jú, franskan var svolítið svona hún var aðeins meira svona þú veist, en hún var bara ógeðslega fucking erfið að allir þú veist, gáðast einlega upp að því en bara svona, já, það er mjög fyndið að því svona meira sem ég læri ensku því meira bara svona fucking sakar enska já, hún Eða, þú veist, gerir það. hún er með nóg líka orðum Já, þetta er samt svona smá eins og svona kynnsöku veitingastæðir með 300 hlutum á matselunum þetta er bara svona, basically sami. já, bara svona þetta er allt sami hluturinn þetta er ekki þurfum ekki svona marga hluti Nei, það er, mér finnst það líka að vera svona, þegar ég fer einhvert að borða, Já. eða það eru 5 hlutir á matseðlinum, þá bara svona, yes, Get. þetta er alltaf eitthvað eða bara Noodle Station, Já. again, rest in peace en þú veist, rip núdlur. í hverjum þætti nei, hérna, Þér hætti ekki að tala. já, hérna en þetta er svona ég man ekki hvað það heitir, það er eitthvað svona þú veist, í málfræði er svona kenningum þú veist, hversu mikið upplýsingum getur komið í sem fæstum Já, stöfum í já, fæstum já. orðum sérhljóðum, bla 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 bla, skilur og þú veist, þetta er ekkert alveg fulli eitthvað svona utilitarian, bara eitthvað svona við þurfum að koma sem mestum upplýsingum svona neða það er líka að vera fallegt Já. en þú veist, again, íslenskan komin inn, sko bara danga á alla Frekar mikið þetta. í að vera frekar skýr í það sem hún vill en líka falleg Það er, er eitthvað svona, þú veist, ég lenti í þessu í vinnunni þú veist, strákur á mínum aldrei það var bara eitthvað svona þú veist, ok, eitthvað svona var útitekinn ákvort útitekinn já, og hann bara skildi ekki hvað það var að segja, eitthvað svona, ok, það er ekkert svo slæmt en ég svona ég vil að þú skilji hvað það þýðir já, þú veist, það eitthvað svona aðeins meira en grunnatriði Já. orð Já, af því það þýðir líka ákveðin hlut. Já. Þetta er ekki eitthvað svona, þetta er ekki annað orð fyrir eitthvað annað. Þú veist, þetta er ekki að vera tannaður þetta er ekki það. þetta er að svona Þetta er svona, vera heia Já. og vera svona og tekin út og settur á hei settur út. Oh, já, það er, sorry, ég sko, er þetta gallup þetta er alveg bókað, gallup. Ég held ég sé búin að fá 5 SMS frá einhverjum sem er að reyna að ringi mig. en af hverju? Ég Hvað vill? veit það ekki. Hvað? Eh, Já, Ég sko, þetta er auglingur sem ég þekki og þú veist, ég byggðist afsökunar á að vera ekki að svara þér, en en ég er bara að gera mikilvæg hluti ég er bara, þetta skiptir meira máli en samtalið mitt við við erum þig einnig stúdíu. já ég er svona þú veist við stundum á skrifstofu eitthvað svona, gera eitthvað svona skrifstofu Jú, já, og ég, þú veist, ég hata Windows það er líka slæmt. það er slæmt og lélegt og Já, vont og í því að reyna að gera það nótið vænt bara gerðu þið gagslaust Já. þú veist, já Það er sko, og ég hef alltaf verið þeirra skoðunar, þú veist MySpace til dæmis þú veist að skrifa, þú veist ekki kannski, jú, MySpace, þú veist að skrifa HTML kóða til að gera síðuna hana allir gera það, gerði það, þú veist, þú bara gerðir og Já. þú bara lærið þér að forrita af því þú þurfti þess þú þurftir að gera það, þú þurftir að vera á MySpace. Já. Þú ert að sita en það galvin. kvartaði aldrei neitt yfir því Nei, ekki ein manneskja kvartaði yfir að þurfa af því að það var eitthvað svona fannst svona, nice Já. og ég held að Það er- þú veist Windows XP í dag eða whatever, það er bara svona, fólk myndi bara frika út Þetta er það sem Kínverjar er að gera. TikTok í Kína er bara eitthvað verkfræði og tidbits og stafræði. eða, þú veist, ég er búin að svona móta minn algoritma í Já. það sko og svo saði mér eitthvað svona, þú getur eitt Nú ætlum við að sko. já, það væri sjúklega hættulegt sko. en það, eða þú veist jú, en svo sagði einhver við mig eitthvað svona, þú getur eitt öllu svona, þú getur eitt algoritmanum og byrjaði upp á nýtt
og ég eitthvað svona, ég ætla að reyna svona hóna inn á eitthvað svona sem ég þykir svona, eitthvað svona gagnlegt. Já. Svo gerði ég það og ég bara svona, það er engin leið, Nei, það er allt búið. það er alltaf búið. En já, þú veist, ok, Windows sakkar, það er bara, þú veist, þetta er svona þversagna orð, skilurðu, pretty ugly, Windows works. Og alltaf verið að tala um það þegar það var svona slókan eða Windows works, sem bara svona finnast að slókan í heimi, bara svona, það virkar. En alveg svona naumlega, Rétt svo virkar. en það er svona, þú veist, þetta er the torture cube, það er Windows. Svo var ég eitthvað svona í tölvunni og sé svona takka sem er bara eitthvað svona eitthvað tákn sem ég hef aldrei séð þar og ég var eitthvað, nýr takki í þessu hackerfi, þú veist hvað, getur ekkert bara sett nýjan takka. Svo ítti ég á hann og það kom svona AI chatbot bara á skjáin minn og ég bara svona, akkur er AI takki? Það er asnalegast í heiminum. Á ég að segja þér mjög förðulegan hlut sem þú getur gert á Windows. Ef þú ítir á ef þú ítir á Ctrl Shift Alt L og Enter, þá ferðin á LinkedIn, þá opnar það vafra og fer á LinkedIn. Það er einhver gauð sem er að gera þetta. Það er bara Þú einhver veist, gauð, ég veit ekki hvort honum finnst þetta fyndið, ég vona honum finnst þetta ógeðslega fyndið. Það er einhver sem finnst þetta ekki fyndið. Það er einhver sem finnst þetta, þú veist. En þú veist, Hann er eitthvað með svona, Blackberry á beltinu sínu. en þetta er bæðið svona, ég þarf að vera ógeðslega fljótur frá LinkedIn, en ég þarf samt að nota 5, þú veist, ég er að nota að fá kollega minn til að halda, þú veist, Þetta er team building exercise. ok, Þannig að við förum fine, sure, en bara eitthvað svona, nú er, já, og þetta er allt bara svona meira og meira hræðilegt. Já, Nú er eitthvað svona Windows Rewind, manstu, sagði þér ekki frá því, Já, sem bara eitthvað svona, já, við já. tökum skjáskot af skjániðinum Já. á nokkra sekundar fresti af öllu svo gerir, öllu svo skrifar, svona til að geta hjálpa þér já, það er aftur í tíman. nuts. Svona, ok, Það er, ég má ég ekki gera það? Má ég ekki vera in the cube? eyðilaði símanum daginn. Já. Þú veist að kaupa minni hann. Mm. Shitið sem þú þarfst að opta út úr. Já. Það er brjálað. Ég er líka bara svona, ég hef búið mig til nýjan Samsung account í hvert einasta skiptið sem ég fæ mér síma. Ég býð til nýjan fucking, þú veist að líka, það er Samsung account, það er Android account, það er Google account. Já. Og það er eitthvað svona, ég skal bara, ég þarf ekki að eiga myndir af neinu. Ég skal bara byrja upp á nýtt. Já, ég er ferskur. Já. Ég er fersk manneskja og mér finnst að það ætti að vera bara svolítið Já. svoleiðis. Nýr sími, bara new phone who this, nefnum sjálfan þig. Það er líka, þú veist, þegar þú fekst nýjan síma og þú fengið allir nýtt símanúmer. Já. Það var, eða þú veist, varstu komið með nýja númerið mitt? Ég hef komið nýtt símanúmer. Þú ert með gamla símanúmerið mitt. Þú nærði ekki eins og nýja mig. Já, það er gott sko. Já. En, Þú veist, já, Ég held við þurfum líka, eftir að við hættum að vera með síma hulstur utan á buxunum. Ef þú veist, labbaðir inn í fyrirtæki og þurftir aðstoð með eitthvað, Já. og þá kom gaur með fucking Blackberry í quickdraw hulstri Já, utan á sem beltinu var- sínu. alveg mökk skítut sko. Mökkskítu. Þú veist, það var eins og hann hafi bara svona unnið í neðanjarðar. Hann er svona gimt Já. auka mold. Hann var svona að skríða eftir einhverjum, þú veist, Já, þú veist, skóarbotni. hann eitthvað svona var, þú veist, að fylla í pitt og bara svona þurfti auka mold. Þú veist, hann var með Já, En það er ekkert sem að, þú veist, ef þú veist með það og svona, þú veist, 2008 headsetið. Það er, þú veist, það er líka að fyndið að þú veist, það er ennþá til eitthvað svona Jabra eitthvað, þetta heitir allt eitthvað hræðilegt og það er eitthvað svona Bluetooth eitthvað svona, hérna, dæmi eitthvað svona, kaupa, selja fá sér kaffi, shit. ég væri pínu til í að við fáum okkur fyrir, þú veist, podcast. Já, þú veist, það er cool, Við getum verið miklu meira synergy, já, en eitthvað svona það kostar 35 skall og það hljómar bara svona hræðilega og það virkar ekki já. Það er líka og það er bara svona, ónýtt alltaf. nýja trendið í tækni er bara hlutir sem virka ekki. Já, Hlutir sem bara svona straight up virka ekki. já, ég
ég var að sko að ég var að tala við mannskjum daginn það sko svona tala svona right to repair dótið, þú veist, það bara svona búið að vera lögfræðilegt stríð í Bandaríkjunum sérstaklega að réttindi til að gera hluti og ég held að fólk átti sig ekki alveg hversu svona yfirgripsmikið þetta hversu mikið af hlutum þetta snertir af því að til dæmis eitt svona exit strategy fyrir mig í lífinu var bara svona fara til Idaho og gera við traktora í Bandaríkjunum af því að það er óheyrilega mikill peningur í því af því þetta er bara eitthvað svona 7 skriljón króna traktor að bara svona brjálað Bill Gates á það alltaf en sko ég veit sko ekki hvort það fólk veit þetta en ég held að 60 eða 70% af hagnaði John Deere í dag er maintenance, ekki nýkaup og þú mátt ekki gera það sjálfur þannig þeim er eitthvað hvað sem þau vilja en það er orðið svo mikið af stýribúnaði í traktorum og núna bílum eins og BMW, þú varst að borga áskrift fyrir hita í setunum en finniparturinn er að þú átt ekki förmörið, þú átt ekki stýrikerfið já sem þýðir ef að þú gerir eitthvað þá átt ekki lengur traktor slökku á traktornum stýrikerfið virkar ekki lengur af því þú ert ekki með leyfi fyrir því þannig í rauninni bílar, rafmagnsbílar sérstaklega eiga bara eftir að vera þú átt ekki bílið þetta verður áskipta þjónusta já, en ég held að fólk fatt ekki að þú veist, right to repair fellur líka undir það þú veist, það er encompassing utan hlutin og þú veist, stýribúnaðin inn í því og ég bara svona skilurðu hvað það er mikið skilurðu hvað það er mikið af hlutum þú veist, opn með wifi tengingu bara svona nei, þú átt ekki opn lengur þú getur ekki uppgreitað hann þú getur ekki uppfært hann í nýja iOS stýrikerfið og þetta er svona það er líka bara svona ef að það væri ekki bara svona í sjónvarpinu á hverjum degi svona evil tech billionaires í Hvítahúsinu það er bara svona, þú veist, þessi gaurar mun bara gera eitthvað gett til með það að geta fjarstýrt hverju einasta elementi af lífiðinu já, ég meina, þú veist, þetta er svona eins og Black Mirror þátturinn þar sem gaur segir eitthvað svona ljótt orð á internetinu og læstur út úr húsinu sínu það gerist í alvöru ég er að tjóka það gerist í alvöru já, það var tjókið sko en bara svona you said the naughty word þú veist, það er svona hann má ekki fara þú læstur út úr það er líka svona, þú veist, með allt svona þú veist, það byrja með eitthvað sem þú veist er hægt að raukstuða þú veist, þú átt ekki að sita í bílniðinum að öskra slörs en þú veist, þegar tæknin er komin til að slökkva á bílniðinum fyrir ekki, þetta er bara svona þegar að, þú veist það var allir eitthvað að tala við þurfum betri hatursorðaðalöggjöf svo eru núna þú veist, búið að handtaka hvað 12.000 manns í Bretlandi fyrir að vera á móti þjóðamorði þú veist, þannig að þú mátt ekki, þú veist, ef þú nú er það þannig hérna er kilva en þú mátt bara nota það á vondu fólk þú mátt bara nota það á þetta er vondukallana striktli vondukalla kilva hver fara að ráða hver er vondukallanir bara einhver, þú actually þannig komdu með þetta tilbaka akkur ég er með kilvu já takk fyrir þetta er bara the end þú veist það er, þetta, þú veist, ég sá svona mestu kristalliseringu á þessu sem var, þú veist frá Amnesty minni mig það var að safna undirskriftum þú veist, það var undirskriftalisti fyrir fólk sem var á móti drápsvélmennum svona AI controlled weapon systems og þú veist ef ég er með undirskriftalista og þú ert með drápsvélmenni þetta er svona Rhodos Basilisk dæmi þú veist, ef þú styður ekki stofnun svona guða AI tölvunar þá ferðu í torture cube þá verða afturvirt
ef þú gerðir ekki allt sem þú gast í þínum, þú veist, valdi, farðu á fucking Google þetta. Já, þið vitið hvað þetta er. Rótos Það kemur basilisk. eitthvað á skjánum. Rótos basilisk. eitthvað rundown. En þú veist, þetta er svona það nema svona hunda ristavélar, sem Já. ristavélar fólk. Akkur er það, akkur er svona, þú veist, já, og eitthvað svona ég sko, það var eitt myndband sem ég var að horfa á, það hann að mér fyndi, ég var að horfa á sko myndband það sem var einhver bæjarstjóri man ekki hvar eitthvað svona að tala að hann væri svolítið hræddur hérna sko svona flokk myndavélar, ég veit ekki hvort þú veist hvað það er það er svolítið bara svona eins og hraðamyndavélar nema út Já, Allt. jú. 80.000 myndavélar í Bandaríkjunum allar tengda saman, einhvern sameiginlega grunn bla 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 og hann bara eitthvað svona já, ok, en þú veist þið segja því til að stoppa the bad guy eitthvað, Já. en þið ákveði líka hver það er hann gæti verið það, Já. skilur þannig, og hann eitthvað svona var hvart yfir þessu og svo bara svona 2 dögum setna var hann myndband eftir Ben Jordan held ég hann heiti, sem er algjör snillingur, það er svona teknikúrú hann bara svona já, til þess að komast í myndavélina og ítur þrið svona aftan á takkan og bara svona root access, bara svona þú getur gert hvað sem vilt þetta var bara eitthvað svona Nice. já, og þú veist, þeir eru að sína alls konar leiði til að bara svona ekki gera þetta, en svona þú veist, Já, þú veist, kemst þið inn á hana já. en þetta er bara eitthvað svona já úps, æjæ Oppa síja. Oppa síja já Það er svo geggjað. já, það er mjög fyndið hvað svona mér líður sem við ættum að sko einblína aftur á það hvað svona tölvuþrjótar voru svona cool og hættulegir Já. það fór ekkert Nei. Þeir bara hafa fleiri tölvur til að þrjótast í. já, þetta er bara Það er svona það hætti ekki Já. það kom, og þetta er eitthvað svona security by obscurity er svona, þú veist, það er svona eitt hugtak sem svona, munur örugglega enginn spá í þessu Mun pottið enginn. Hey, það munur örugglega enginn íta þrisvar á takkan það er frekar oft. Það er alveg sko. þetta er báið ekki, þú vitir einu sinni Vítir En þú það vitir vita þrisvar. það allir. og það kemur svona rödd sem segir unlocked Nei, en þú veist það er svo fyndið, þú veist, svona eitt af svona bestu fyrirlesturum sem ég hef séð einhvers konar svona hacking eða svona red teaming sem er þá physical svona að brjóta Já, þú veist, já. innbrjóta í fyrirtæki og svona Það er nú sé með stiga. bara Það- klippbord, Já. stíi, nafnspjald og það verður bara eiginlega oftast nóg til að komast hvað sem er Já. inn eða gult vesti, eitthvað svona hattur, whatever en hann var Þetta að mæta með svona of marga hluti. já, Vera með svona stiga alla og hlutina hatt og og hatt svona- og eitthvað svona yfirvaraskegg og já ég man ekki hvað hann heitir en það var gaur sem var svona sérhæfði sig bara í liftum Já. svona liftur, Já. hann spáir enginn í liftum Nei. og hann bara eitthvað svona liklakipu, bara svona hérna er allar liftur í Bandaríkjum og það er liklakipu og það er bara svona, það er einn framleiðandi sem framleiðir liklana í alla Já. og bara svona, ég get gert svo margt Alls konar. eitthvað svona og þú veist, þetta var svo ógeðslega fyndið að þú veist, þetta var seinasti fyrirlesturinn á svo Defcon sem er svona ráðstefnum fyrir þetta það munur ekki hlusta á þetta örgulega mest viút bara fyrirlestur sem er haldið hana að þetta er bara eitthvað svona já það spá, þú veist og þú veist, annað dæmi svona lyklafjör er sko að allar vinnuvélar Já. þú getur gift 65, 85 lyklakipu að basically öllum vinnuvélum í Íslandi Já. Þær eru ókeypis. definitely ekki gera Það eru ókipis, þú mátt taka þær. Þú sem definitely skattgreiðandi hefur rétt til þess að prófa gröfu. educational purposes only þetta er bara við erum að framlega kennsluefni Þeir eru að stela gröfunni þínum. Þú átt þær. En já. Insert Killdozer edit.
þú ert líkil, bara svona en þú þarft líkil já, þú ert ekki líkil inn einhvern leikil og þetta var saman með lögreglubíla, þú veist, Crown Vic hérna, eitthvað árabíl og bara þú ætlar engan leikil á hemmera það er bara starttaki þú getur, þú veist, ef þetta er alvöru sko, military issue tömmar þá sestu bara inn í hann, vítur á takkan og hann fer í gang, til það geggja það er geggjað en líka þá þarfst að þora að fara inn í já, þú veist, sem er svona aðal þetta er svona Grand Theft Auto Vice City, þú veist, mér langar að gera þetta í hann skriðdrykka en hann er inn á já, her inn í beisinu nú myndur glæða þetta nema svona eins og í, þú veist það kemur allir update þar sem að herinn færi og skildi að dótið eftir eða eitthvað svoleiðis myndi gerast það væri ekki skiljuleg það væri fáránlegur hlutur það væri nú meira ruglið en ég myndi, þú veist, ok heldur þú að svona F-16 her þóta sé með líkil það er þetta í alveg einhvern veginn efast það já, en það er virkilega verst eitthvað svona nei við getum ekki sett eitthvað svona sviss í það væri svo leiðilegt gleyma lyklunum það væri eitthvað svona á beisinu og þú veist rauðaljósið fer að þú veist svona hlaup út að fucking yes, nei þú varst með þá ég fór seinast og þú missað og svona milli svona í eitthvað það var ný svona greit bara fuck það fara svona til yfirmannsins hérna það voru til auka líklar var það ekki þú veist ég held það allavega sko er þetta þetta er eitt annað sem ég oft talaði með, þú veist, lásar á hlutum er ofta ekki til að læsa þeim þeir eru meira bara svona leiðu og brýtur lás, þá er það fyrir mig glæp já, þegar þú setur lás á ruslátinu þú veist, teknilega séð mátt fara í ruslátinu hjá Krónunni í Mosesbæ þá máttu fara þar og fá pop eða eitthvað, en þú setur lás á þá ertu já, þá ertu að brjóta tabú já, þá ertu að brjótast inn einhvers staðar þú veist, þá er það innbrotdýrin eða þannig, sko það er svona, já hlutir svona, já, mér finnst það að gera hluti svona ólöglega, já, það er alveg svona svo er líka, þú veist með eins og bara svona ef einhver ætlar að taka eitthvað já, þú veist það er svona oftast ef þú ætlar ef þú ert búin að fara yfir hérna þröskuld ég ætla bara að fara að brjóðast inn í einhverjum þetta er mjög fyndið á vinnusvæðum er þetta alveg bara svona major vandamál að bara svona já, þeir tóku ljósin já, ok, þeir tóku dísil ljósavélina eða eitthvað en það er komin alls konar lausnir við eitthvað Bluetooth, þú veist að Bluetooth tengja hérna borvélina eða eitthvað en það er mjög mikið svona vesenið þar er þetta meira vesenið já það er svo þú veist, komið nóstóra bíl til að draga ljósavél er svo fucking þung þú veist þannig að ekki með rétt kerrutengi fuck ok, ég er ljóslaus þá fuck svona það er besta deterrentið er að gera gett mikið vesen honestly, þú veist, það myndi allan daginn virka á mig ég ætla að setja svona plastfilm utan á síminn svona 500 sinum og hafa hann að geta stóran í vasan það er mjög örð á notan en þú veist, ef ekki stelur hann svona fuck, ég þarf að leysa hann það er svona, ef ég væri búin að ákveða að stela einhverju og kemist að því að væri svona smá flækjustig ég ætti að fara í bígó og fatta það síðan að ég þarf að fara aftur í bígó og því ég gleymdi, ég myndi bara hætta við ég getur ekki látið mig fara aftur í bígó fuck hvað er skinn notaði? þeir nota forhúðina það er eitthvað svona þing hatt eða eitthvað nei, þú veist, það er eitthvað svona þú veist, þú veist, notaði hana í eitthvað svona nei, þú veist, sem bara áklæði þú veist, þetta er svona gaurar sem eiga bát sem eru pervertar þetta er actual thing okay, nei, þú veist, sko, ekki fact checka það en þetta er, þú veist, bara svona þegar náttúrulega hvalur er 1.000.000 tonn þannig að, þú veist, bara svona tippaskinnið á honum er bara þykkt leður
þetta er eitthvað svona notað á eitthvað svona því þá ertu gett svona sexy Nei, Það er býttu, þetta. hvað? sko ég ætla Nei, þú veist, ég veit samt ekki alveg ok, þú veist, þú ferð í það nei, þú klæðir stór, þú bólstrar þú já, já, já. bólstrar úr því Þannig eitthvað svona- ok, þegar þú ert eitthvað svona lampa út á Ballarhafi já, þá er eitthvað svona veistu hérna stólið veistu hvað er að kafteins stóllin lítur á hann, þetta er svona stitsa saman úr 400 augljóslega mannsstærð en hvar já, svona fótbolti svona litla svona sexhyrningar hérna whale foreskin leather hvað er þetta hvað það er eitthvað görfitt í bílnum sínu þetta er alveg svona þetta fólk lifir meðalvor shrúli rekt já þetta fólk er að núti þetta er veski úr hvalafórhúð og það kostar $2,300 það heitir líka dork wallet að þú ert fucking dork að þú ert fucking dork byrjuð mink dorkskin also known as whale foreskin that has been folded and hvað meinar þau also no það er einungis þekkt sem whale foreskin það er engin með eitthvað svona sér nafni við það er bullshit has been folded into shape and hand tethered with black oxidizing rivets with as with a fingerprint each dork wallet það getur ekki heita fucking dork wallet has a unique hue, pattern and texture ranging from a smooth sheen to a horse cracked hide þetta er þetta nei þú veist this Þetta whale er- penis is folded over 10,000 times þetta er hræðilegt þetta er það hræðilegt er búið að gera hanska Æ, ég vil ekki þetta er þú veist ekki hvað það, þú gætir af að hittgauður sem að er með hvalatilla leðurs áklæði í bílinu sínum þú veist getur ímyndaður að vera eitthvað svona þú veist eitthvað svona kúriki í svona kúrikastífulum Já. nefn út á sjó það er eitthvað svona personaðin er þú veist the persona er eitthvað svona ég er kúrikinn og svo þú veist svona blotnaðu svona þrengjast að of mikið kemur lykt þú veist þetta er svona gamalt svona ráð sko að ef kúrikastífulin eru á stóra að fara í þú veist, heitt bað með þau já, af því að þú þrengjast þau að þér já. nema það var einhvern tíðan saga einum sem heldi vatninu onni Nei. og fekk bara svona swamp food Æ, og svona þú ert með svona það sem Rúsaðir við stígvélið já, þú fekkst það sem menn fengu í fyrri heimstyrjöldri ah, bara svona á því að standa í þú sauðst þig bara svona í bleitu þú ert í bleitu of lengi Já. og þá núna er það svona transfood já, trench food núna er það ónýtt skemmtir það trenchcoat kemur um það ég hafði aldrei spáð í því það make sense að það er svona, já það make sense þess vegna er það að þegar þú ferð í transkótið þú finnur já, þú fær svona ég þarf að drepa eitthvað yfir á morgun go gadget, assault rifle já, en það alltaf góð um mig ekki verið nógu svona alltaf morgun oh my god, ég sko en já, það er svona það er svona mjög heimskir hlutir svona læknisfræðilega sem geta komið fyrir þig eða þú ert með opn til dæmis eitthvað svona á skrifstofunni eða whatever Já. svona lághita hitun já, á húðurinni getur bara svona, hún er ónýtt það er skemmt þetta varð mjög algengt sko, þetta er ekki algengt lengur en það varð það eins og bara svona þegar við vorum úlingar þegar maður var upp í sófa með fartölvu Já. á maganum Já. og bara svona allt í einu með eitthvað svona hægældað magafar
eftir fartöluviftu. Já, og þú ert alltaf með eitthvað svona Chernobyl child inn í maganum að þér út af allir geislin. Fæðir yrkið. Já, fæðir hérna fullkomnu internetmannesku. En þú veist, já, ég man líka til því eitthvað svona ekki setja síman í vasan, þá farið eistnakrabba minn. Já. Eða bara svona ekki gera neitt, annars farið eistnakrabba minn. Basically. Þú farið eistnakrabba. Það er, já. Það er Við erum báðir. 100% sko. Þú veist, það er actually, ég held að það er bara svona þú veist, eistnakrabbaminnið og plastið í svona eistnaplastið. Þau eru svona að berjast Já, þau eru svona hvítar svona blóðfrumur að kannski kannski eru þau bara að hjálpa. Kannski eru þau að hjálpa. Kannski er það ást. Já, eitthvað svona það er líka alltaf svona, þetta er svona skemmtilegar svona, ég elska að það er gert svona skemmtilegar staðurindir úr hræðilu. Já. Nei, það er 1 kreditkort af plast í þér. Nei, Það er gaman. Það er of mikið. Það er Nice. Ég sá svo gott með eitthvað svona þegar fólk er eitthvað fornleifafræðingur í framtíðinu munu sjá, þú veist, The Smingu og eitthvað. Svona, þeir munu bara spyrja af hverju er plast í blóðinu þeirra? Af hverju er plast inni? Af hverju er plast í beirunum? Af hverju er plast? Hvað gerðist? Af hverju, ég skil ekki. Við skiljum ekki. Ég held að við líka, þú veist, það er allir eftir að vera svo ógeðslega offeitir í framtíðinni að við höfum eftir að vera með svona fáranleg lærbein Já. og eitthvað svona gett skrýtnar mjaðmir. Það líka counteraktar plastið. Að þú veist, þú ert með 1 kreditkort deilti við miklu meiri. Það er rétt. Þú munt sjá mig bara svona horrifically feitan að svona borða plastflöskur fyrir aftan hagkaup eftir svona 6 ár. Svona, Æ, kannaðist einu sinni. Já, þorri maður, hann er nú meiri kallinn. Hann var alltaf að dömst þetta ef í krónu frá þann mós og já, og borðaði alltaf plastið með samlokubókunum. Það er eitthvað svona þing, kusur mega ekki finna bragðið af plasti. Það er bara að elska það. Nei, alveg. Hvað vita þeir? Hvað vita þeir? Þeir líka, þú veist, þær eru nógu stóra til að mega fá smá plast. Þú veist, 1 kreditkort inn í heilli kusu er ekki. Það er ekki. Come on. Þú veist, ef það er sumar kusur bara svona elska plast og það komast í plast, þá borða þeir það. Þannig til að það er svona að, þú veist, skera þeir upp og taka plastið. Já, mér líður þess að ég hafi eitthvað svona, ég var náttúrulega á mjólkurbúi stuttan tíma. Mér líður þess að það hefur verið mjög svona mikið, svona ekstra mikið að leitast eftir því. Já. Eitthvað svona alls konar plast, eitthvað plast sem var utanum eitthvað, þú veist, fóðurblöndu eða eitthvað. Já, plast og þú veist. Já. Ég svona var alveg á endanum á svona fóðurblöndu, þú veist, það var blandað fóðrið á staðnum. Þannig svona, þetta er 90 kg póki af nitri. Þetta er ekki Actually ekki það sem ég meinti en ég var eitthvað svona að halda á pallettum af pókum til að blanda í fóðurblöndu. Það er frekar. Það er mjög strákheðalegt. Það er mjög heðalegt sko. Ég held að svona uppáhalds hluturinn minn var það sem Garðar Olgeirsson bóndi sagði við mig. Ég var búinn að vinna hjá honum bara 2 sumur eða eitthvað. Já, þorri, flottur strákur. Engin bóndi. Og ég svona ég ætla að taka þessu sem vel myndi. Já, bara svona, please farðu og gerðu eitthvað annað. Please ekki verða bóndi. Þú ert örugglega fínn í einhverju öðru. Já, bara svona já. Mér finnst það geggjað. Það er geggjað. Mér finnst það geggjað sko. Það er banter. Það er gott banter sko. En já, svona þetta var svona algjört svona crash course í kusum. Já. Það svona já, það sparkar rosa fast. Já. Alveg svona í gegnum þig. Það er bara svona eins og þú myndir ímynda að hestur myndi sparka. Já. Og ég var bara svona að vera sparkað svona í
svona bringu öxlin á mér og bara svona fljú einhvert Já. og svona, já, Já, veist, ok já, ok shit bara svona, já, þetta alveg bara svona það svona Rikki og Kíla í gegnum þig já og það hoppa, mjög hátt já, alveg ógeðslega hátt. hlægilega hátt. Þú veist, yfir girðingar Já. með sko fulla júr bara mjólk og bara Já. ekkert mál ég veist, það er eitt af skrítast sem ég hef séð Já. bara svona, já, þetta er hún Björg hún heitir Björg af því Geggjaði kuðsuna. að Björgunarsveitin þurfti alltaf að sækja hana Ah, hún endaði alltaf á fjalli en bara svona að sita þarna og vera bara svona hvernig er svona þú veist, þetta var svona eins og að horfa á svona frjálsíþróttir svona, Já. þeir eru svona stangast eða ekki Já. stangast að kallir hérna hástökk hástökk Já. það var svona eitthvað svona velja Vatt sig yfir. að manúvera Það er, það er fucking skrítið það er skrítið en þetta þetta er kannski fínt þetta er kannski alltaf lagi þetta er ekki að skrítið líka ég ætlaði Nú bara já, breytið dýnamíkinni já, svolítið Nei, já, það er einna sjátt á Garðar Olgeirsson Garðar Olgeirsson, what a man okkar maður sjáandi hann er með Wikipedia-grein um harmoníkuleiki sinn það það er ekkert er mest cool það er ekkert svona íslenskara nei, það er já, það er líka geggjað með harmoníkur þær koma einhvers staðar frá mm. miklu nýlegra dæmi ef maður heldur en þetta já er það hljómar eins og eitthvað svona Já. ancient þetta er sko þú veist, þetta er eitthvað svona fyrirbæri að öll þjóðlega tónlist allstaðar í heiminum er Já. spiluð á harmoníkur af því það er einhvern veginn bara mega gett mikið sens já, eða svona, þú veist, ég mun aldrei Og- skilja hvernig harmoníka virkar nei, þú veist hvað gera litlu takkanir þú veist, ég eitthvað svona, Það getur gert, þú veist, harmonæsað þú veist, ég held að þú veist, já, ég, gera það ekki jú, þú veist, hvað Ég- meinarðu? Er þetta eitthvað yfirtónar og undirtónar og eitthvað svona þannig eitthvað? ég Er þetta eitthvað svona mikrotónal, svona indverst, svona, Þú veist- ætlaði að setja indversk harmoník það? já, reyndar, það er til, það er fucking sick Aha, það er svona, þú veist svona pumpu, þú veist nei, hún situr það ekki er svona, það er svona pumpu orgel. það er svona pumpuorgel, en þú pumpar svona Já, það er svona belgur, situr, já, já, ok. þannig að það er meira kannski eins og þú veist er sekkjapípa tegund af harmoníku Kind of. Ég meina, pínu, eða þú veist ef þú þurftir að blása inn í harmoníku já, þá væri það þegar ég var í Noregi, þá hitti ég eitthvað svona, eitthvað gaur sem hitt bara eitthvað svona, ég held í alvörun hann að heitið Bogdan Bogdanovic. Og hann var bara eitthvað svona sérfræðingurinn í svona fornum hljóðfærum frá, þú veist, Balkanlöndunum og eitthvað svona, hann var með svo cool dót, hann var svo mikið eitthvað svona, brjálað þetta er úr vömb og eitthvað, maður svona, cool eitthvað, hann svona sat eitthvað svona og svo svona er hann að spila fyrst og svo eitthvað svona gerðist það, skilur hann svona hitti inn í the zone og kom bara svona ekkert falleg tónlist það er svona það er eitt myndbandi sem ég sýni fólki mjög oft hérna, ég veit ekki hvort ég hefur séð það Peter Bastian held ég hann heiti ég veit ekki hver hann er en ég held að hann sé eitthvað svona gaur eitthvað svona sagfræðingur hljóðfæri eða eitthvað en bara svona tók rör, svona plaströr svona, ég ætla að spila bara svona balkanska þjóðlagatónlist á þetta rör og ég eitthvað líklegt, einmitt, líklegt vinur einmitt og svo bara svona fullkomið svona geðveikt og eitthvað svona þetta er svo geðveikt eitthvað svona
var einn gaur líka sem var með svona hann var bara, þú veist var eitthvað eitt prik eða eitthvað bara svona að sýna hvað taktur Já, er, þú veist, bara eitthvað svona þetta er tónlist og tónlist er að gera tónlist Já. þetta er ekki tónfræði Við vorum með tónlistakennara Mm. sem að safnaði einhverju svona alls konar dóti Mm. og hann átti hljóðfæri Já. sem er vitað að, þú veist, er hljóðfæri það veit enginn hvernig er spilað og það er enginn fattað en hefur einhver Nei, ég held ekki að segja það Nei, tjók. En bara, já, er það bara ekki það er bara óvitað það er bara svona belgur og það er einhver svona sveif og það er eitthvað svona The Doohickey þetta er algjör dúhyggi hann kom með það og bara svona þú veist, ef þeir eru með einhverju hugmyndir og maður svona, já, þetta gerur bara eitthvað þetta er, þú veist, þetta mjög er þetta að útskýra þetta en þetta er augljóslega hljóðfæri þetta á augljóslega að gera eitthvað ok en það er bara svona, ég veit ekkert þetta er bara svona samansapn af hlutum já ég sko damn, ég var til að sjá það já, það er ekki að byggja svona leyni hljóðfæri bara þú kannt það er eindar, sko, það er einn annan tónlistamæður sem ég mjög hrifin á hann að Moondog sem var bara eitthvað svona ég held að hann hefur bara svona heimilslegist eiginlega mest af lífið sínu byrtist stundum í stúdíu bara svona, má ég taka upp plötu og fá pening, eða, veist, og það eru alltaf mjög flottar, sko hann var alltaf búið til ykkur hljóðfæri kassatrommu eða, veist, kassalaga-trommu hún er bara ferhind og svona alls konar eitthvað svona þetta var allt svona að þú mátt ekki gera þetta Mátti ekki. ok, ég ætla ekki að gera þetta Ættu. ég ætla að gera gítar sem er bara þarna litlu henni uppi á stilligörnum það verður hljóðfærið mitt eitthvað já, ég sá eitt gott trikk daginn mitt af því ég á, þú veist, Melodica heima sem er frábær Melodica er frábær það var sko gauðir sem bjóð til svona hárblásara attachment á hana þannig að þú veist með svona raf Melodica það skilur ég ætla svo mikið að gera það já. það er svo, já Hefur þessi hálfbrásara grill það er mest svona hvítt rusl hlutur sem ég hef heyrt Nei, þú veist það góðan sem hrós, sko það var sko við vorum í staffapartí út af Snæfellsnesi Já. og eitthvað svona, grillum var eitthvað svona flugvirkja svona Nei, aerospace engineer eitthvað ég sko, það voru allir sko pólskir eða tekniskir í staffapartínu, nema ég svo eitthvað bara svona að því ég var í eldhúsinu, ég átti svona eitthvað finna út úr grillinu og hann bara með eitthvað svona kólagrill og ég var eitthvað svona að setja pappír og reyna að kveika í og þú veist, og gekk ekkert og þú veist, búið með bensínið og svo komum bara svona af hverju þetta ekki að nota hárþurrkuna ég var svona, hvað er þetta að tala um? Hvað meinar þú hárþurrkuna? Og það er bara svona náðið í hárþurrkuna settu hárþurrkuna onni í kólinn og sett hann í botn og grillið hittnar á 4 mínútum af því þú ert með, já, þú veist, bara súrefni, já bara forts Já, þetta er bara standardin þetta er svona crucible ég veit ekki hvað íslenska orðið er crucible svona þú veist, þetta er líka eitthvað sem gætir selt Íslendingum fyrir 500.000 kall stykkið og svona kólagrill með loftintaki já, ég held að mesta rugl svona grill sé Lotus grillið sem við höfum heima sem þú getur grillað inni það er engin reykur að því hvert fyrir reykurinn? Ég veit ekki það er einhver vifta og eitthvað dót þetta er mjög basic, sko þetta er bara eitthvað svona kól í miðunni svona ytra laga eitthvað og svo, þú veist, vifta ég held að þetta, þú veist, fari fram af og niður undir í gegnum viftuna en það er bara svona hvert fyrir reykurinn þegar þið er búin að fara í viftuna? Já, það sem ég er að segja, ég er bara svona þetta bara svona er hann bara svona dreift eða eitthvað en ég honestly veit það ekki, sko. Ég held að þetta gæti verið eitthvað svona það eru til, veit ég þú veist í Tælandi langar mig að segja úr, þú veist, eitthvað svona bambustrjám eða eitthvað svona sérkól, sko sem eru bara eitthvað svona þau eru bara reglus þau eru bara reglus og þetta er náttúrulega allt, þú veist allt bara
úr hernaði eins og svo margt annað bara eitthvað svona þú veist, og þetta svona barbecue, slow cooking bara að þú vilt líka opna eld að holugrill eitthvað til að það sé engin sjáanlegur eldur þú veist, eitthvað svona dót og þú veist að setja hluti í súr mikið líka þaðan og þú veist súrsaróinu þína já ætli einhver hafi verið súrsaður definitely sem refsing definitely já ég man ekki hvað ég held að það hafi verið í London það er eitthvað svona pyntingasafn já, jú hefur komið á pyntingasafn ég fór ekki inn á það en ég man eftir ég var eitthvað að labba og svona sá það já það var, ég held að það heitið Margaret Thatcher Museum Downing Street já, Downing Street Downing Street, það var svona pyntingasalur já en það svo fyndið eitthvað svona hlutir sem ég var alltaf bara svona þetta getur ekki verið satt já eitthvað svona The Brazen Bull til dæmis eitthvað svona já, þú setur mann inn í gullnautið og bræðir hann og þegar hann öskrar þá breytist það í eitthvað svona trompet, já en finnast þið parturinn við það náttúrulega að maðurinn sem bjóða til var settur í það að því bara svona ef þetta virkar ekki þá áttu þetta skilið en þetta virkar það byrja líka skilið þá áttu þetta líka það eitthvað fokki í gangi með þig þú þarft að vera ekki á lífi þú kemur ekki hérna inn í konungssalinn með þetta og svona við sleppuðum bara aftur út nei, þú ert eitthvað fokki það er eitthvað funky við þig sko. þú ert ekki að fyrir að gera bara eitthvað en allt eitthvað svona eða þú veist líka svona í gamla daga bara svona af hverju var að finna upp nýja lið já, það enda sko eitt með það svona miðalda pyntingatækin þú veist Iron Maidenið og þú veist annað þumla eitthvað svona alls konar eitthvað svona geðið til labrit og vastrópin já, 99% af þessu bara made up já, það sem ég held það sem ég held allavega þótt að 99% þá samt að 1% sé til bara svona já, þú veist, það ekki gott, það meira en við ættum að hafa já en þetta var eitthvað svona þing, þú veist, í upplýsingunni þá eitthvað svona hætti að vera cool að vera svona rittara mennskulegur og allir voru svona ég actually fræðingur og ég ætla að skrifa fræðir já þá eitthvað svona fucking nörd hvað sagður hættu en þá, þú veist, var þetta eitthvað svona og þú veist, það þú veist, allt samfélag að breytast við erum að flytja úr sveitinu og allir þurfa að vinna í versmiðum þannig að svona, það var alveg svona pólitísk ástæða til þess að slandera fortíðina og bara svona bulla já, ég fræði maður, ég tjekkaði að því ég sit hérna og ég bara að rannsaka hluti, definitely ég er definitely ekki bara að ég gera ekki bara að segja sitt og taka fíknefni sem hefur verið að finna upp svona í rauntíma definitely ekki að gera það en eitthvað svona þú veist, játnfrúin The Iron Maiden, skilur Margaret Thatcher einnig þekkt sem Margaret Thatcher en þú veist læstur inn í Margaret Thatcher já, einmitt, þú veist, það væri já ég vil fá Being John Malkovich remake sem Being Margaret Thatcher en allavega, þú veist, maður horfir á The Iron Maiden og bara svona, þetta meikar ekki sens hver myndi, þetta er svo gattar í bakgrunum og gattar í svo lokum við og þá gatastu bara svona, þú getur hver myndi líka eyðullum fucking tímanum í að smíði þetta og bara svona og hann dó hann dó inn í tæki hann dó strax líka, það var allt út í göttum og hann, þú veist, hvað var þetta? Hvað meinarðu? En eitthvað svona, og að vera svona að vera dregin í sundur af hestum mér finnst það svolítið cool samt. Það er pínu cool að vera fjórðungaður er það ekki quartered drawn and quartered var það ekki og þetta ekki en hvernig er þetta í 4 bitum? Hvað er þetta í 5 bitum? Það var útliminu þetta af þá er þetta í 5 bitum já, en þyrfti þú ekki hausinn þyrfti að fylgja öðrum hvorum já, búkurinn er reyndar þú ert líka með búk þú ert ekki bara svona útlimur og hausur það verður svona auðvelt að draga mann í sund þú getur eiginlega bara svona óvart fuck, hvað þú þetta og hvað ert reyndar að vera fjórðungaður af því að vera að taka þér 4 hluti já, það getur verið málið en mér langar bara svona við ættum að taka pyntingaþátt pyntinga
tækja review þátt, Já, sko 100%. Það er svo- hljómar fucking heimst og geggjað Það er heimst og geggjað. Það er líka hana, þú veist, við geymum það fyrir þáttinn, en þú veist þarna The Oubliette. Gauir, Þetta er trailer, hvað er það? það er svona, það var eitthvað sem að einhver sagði, þú veist, að því að Sem einhver sagði, Einhver sagði. tökum það fram að bara Þú veist, einhver fucking sagði þetta öll fræðimennska frá Viktor í tímabilinu er bara einhver gaur sagði. Já, Það er enginn að tekka á neinu. settu jurt í nefið á grímunni var að þeir tókuðu fólk og þú veist, að því líka þú allir sem að eru að Já, hætta þú þarft að vera barbarian, þeir þurfa að vera barbarik þú veist, allir sem er að hætta að vera riddarar og verða fræðimenn, þeir eru samt jarlar. Já. Þannig að þú mátt ekki questionið sem þau segja. Já, það er rétt, Þú veist, já Það hérna en já, það var eitthvað svona dæmi að þú veist, að því að neðst í köllurum, þú veist, í kastölum Já. er svona kjallari sem er, þú veist, Eða dýflisa eða dýflisa sem er bara svona, það er svo mikið vesen að byggja kastala. Það er ekki hægt að trúa því hvað það er mikið vesen og eitthvað Nei. svona að byggja sér herbergi Ég hef aldrei spáði því hvað það er fucking mikið vesen þú var svo að mikið byggja af fólki kastala. og þú veist, Þú þarft að hlaða það hlaða ógeðslega þungum steinum, ógeðslega hátt upp í loftið. Þú þarft að hlaða byggingu sem er svona er viðmiðið fyrir stórt Já, að því líka sko með, þú veist, eins og kastala og dómkirkjur og sitt sem við vorum að byggja, fyrst þarf það að byggja þetta allt úr timbri Já, til þess að komast upp, já. til þess að byggja þetta úr Já. stein og taka síðan Þú ert að gera niður stillansar. timburvissi. Já, þú veist, Miðalda stillansar og það er alveg bara svona, það er Þeir eru vesen, ekki nei, öryggir það er vesen að búa til nagla. Já. Að eiga nagla er alveg svona, ok, heyrðu, ég á nagla. Og þú veist, Fucking set fucking, Ég er ok, bara, ég er til í þetta við getum gert eitthvað. Þú eða getur gert alls konar og skeila það upp í, við þurfum að byggja kastala sem að fólk mun koma með einhverju svona græjur og reyna að skemma. En líka Þú veist, hefurðu Þú veist, sorry, ég er ekki eitthvað svona eftirlits með mannvirkjum minna en að setja síki kringum kastala Það er- hljómar eins og frekar slæmhum Nei, veist, þú ert bara með rakavandamál. Það er bara Dauðans. komið að migla þetta um allt sko. Það er allt miklað og þú veist, það eru Þetta er bara Ha? ha, að því líka bara svona ef þú lendir í umsátri Já. þá fer einhver bara, já, heyrðu, við setjum vatnið bara einhvern annað. Þeir eru með svona rakamæli sem bara svona gett þyrstur maður svona seta hann upp í vegginn og svona Svona, já, hérna er raki Hérna er raki, þetta er alltaf að fara að mikla. í timbrinu ha? Þetta var ekki að Svona vera halda á honum svona tveir Þetta þurr beinagrind. Já, allavega í dýflissunni býr eitthvað Já, og það var eitthvað svona dæmi að það var, þú veist, að því að sko, ég man ekki sem hvað það var, þetta var eitthvað bara svona vassgeimsla eða eitthvað bara svona, þú veist, að því að neðist í kjallurunum Já. er bara svona herbergi og það er hleri efst og svo er ekkert ofan í því. Það er bara svona Já, geymsla. bara eða síkið skildi hætta að Já, vera síki og eða bara, vera þú veist, kjallara vassgeimsli eða, þú veist, whatever. Mm. En það var eitthvað svona, já, þeir byggðu þetta og svo tóku þeir fólk og hentu því ofan í það og Af hverju? af hverju myndir gera? Af hverju myndir gera? Það er svo Ég mikið, vil alveg geta rótið fólk nú getur fljótandi mikið að úldnu fólki Úldin fólkslikt í kastalanum þínu. Já, í bara svona Þú veist, að því að in my crib það er líka bara svona að því að kastali er, þú veist, Það er mansion. Það er líka bara svona standardin fyrir ég á Já, dót þar sem Ég á pening kóngurinn býr Já. og þú átt eitthvað svona að bjóða öllum jarlavinuðinum í kvöldmatt og þeir eitthvað svona Það er mikið nálykt hérna mjög Það furðulega vatn- lykt heima hjá Vatn bragðast ógeðslega pæltið, þú veist, pæltið svona að bjóða vinuðinum í heimsókn og allir svona hvað lykt er þetta? Og svo ertu með svona þú hendir aldrei nærfötunum Þú bara notar þau Og svo ertu með svona rú í hotninu Sem eru bara svona notið nærföt Bara svona yfir allt Það- lífið þitt Og þeir eru eitthvað svona Af hverju myndir þú gera þetta? Af hverju myndir þú gera það? Þetta er mjög óhreinlætislegt. Þetta er bara mjög Þetta er hættulegt. Þetta er skrítið Við höfum áhyggjur að þér. Já, af hverju er þetta Ha? En ég myndi setja nú nýja Það sagði einhver gaur að ég ætti að gera þetta En þú veist hvað Einhver gaur sem fæðist eftir 300 ár. Ég skil ekki Þeir hendur fólki á róni Þú veist, það var svona, þú veist, það sem var sagt að þeir hefðu bara svona tekið fólk, settað ofan í úblíettið og lokað og svona, það mun enginn sjá þig framar og, en þú veist að það er líka, fólkið sem var lent í einhver svona skelfilegu, það var pointið svona, en ef við gerum þetta það sem allir sjá
að þú rosa mikið ekki að gera þetta því eitthvað að svona hangandi í ljósakrónu eitthvað svona, Já. með eitthvað svona við förum með neyri bæ og þú veist, við vekjum alla og það er allir að sjá einhvern gaur fara í 4 bita gapastokkur, þú veist, Já. þetta er allt mjög svona public. Af því það er pointið, það er fælingamátturinn í því að Já, svona, og bara fallöksinn og allt þetta sem er svona the classics. það er líka veist, að byggja eitthvað svona gimmick Fallöxi eitt besta gimmick Sko, fallöksi ætti að vera með trebuchet feature. Það er svona sjoppar af og það heggur líka, heggur líka á reipið sem skýtur, þú veist, standa fyrir niður. geggjað. Það væri hockeyorgel Og það væri svona mark eins og í fótboltanum. Já. Hvernig getur veðjað það, þú veist. Ég ætla að búa til fokkin tímavél bara til að gera það. That's it. Hvað með þú gera tímavél? Bara, sko. Ég er með hugmynd Ég er með svo fokkin geggjað Ég er með- fokkin hugmynd, sko. Ég er með svo skelfilegar hugmyndir. Það eru svo ekki góðar. Það er líka þú veist, pet þeirriðið mitt Já. er hérna að sko þetta sé mjög tengt að franska byltingin hefði gerst út af því að aðalstéttin er ekki lengur rittarar, Já. er bara einhverjir nördar Já. einhver svona nördar með skrýtnar hárkollur Já, það er bara svona lemja þá. ég fíla tónlist Það er svona lemja þá. bara svona, við getum fokkað þessum gaurum upp þeir eru ekki séns Já, bara svona, nei, nei, hver er þú? hver er fokkað með þú? Svona, þú ert svona útataðir í blóði óvinna þinna. Þú áttu örugglega þú átt að hafa stjórnsýslu. Þú Já. átt að hafa eitthvað svona og líka svona, þú ert að drepa þá fyrir mig. Já. sem er þú veist það er pínu Þú það veist, er svona sögulega er þú það frekar þurftir ekki Nei, sögulega er það frekar kúl. Þú veist, ef að Bjarni Ben hefði stólið peningum fyrir mig, ok, þú veist ef hann hefði farið í ránsferðir, það breytir öllu þú veist, eitthvað svona iSave, ef að það hefði verið bara svona Já. hann að ruppla eitthvað svona hann er svikið gett mikið undan skatti og eitthvað svona hei, vilt þú bara, Bjarni eða bara Það er- í alvörunni 2000 skall og ég myndi Já. bara, ég væri það finnst ekki meira ok, aðeins meira, en þú veist, Nei, þú veist, alveg. ok, örlítið meira, en þú veist eitthvað svona, þú veist, smá, þú ert með Davíð Oddsson eitthvað svona að ruppla fólk, það væri pínu kúl eitthvað svona að stela gimsteinum. já, það er eitthvað svona þú veist, notaði svona, færi í sendiherraferðir en væri síðan svona catburglar Og þeir byrja að sjá að ferðir hans. þeir sjá þetta skrýtna silfurlitaða afró svona, Hvað er þetta? ég fokkar með þetta Ó nei. það passar ekki undir lambúsettuna Svona byrja að stingast út. Já, en þú veist, það væri alveg, þú veist, það væri pínu kúl glæpir eru cool ef það er í þáu fólksins. já, þú veist, það er Ég held að það sé hefur alltaf historikli verið- alveg, það er mjög viðurkennt dæmi já, það er alveg, ég get einlega ekki hugsað um neitt, nei, ekki þið hugsað það, en ekki spáð að það er alveg örglega til, en þú veist, Örugglega. en þú veist, já, er það ekki svona eitthvað, já, mér líður alltaf eins og, þú veist, eins og við segðum, þú veist, þú veist, meritokrasíð, eða þú veist, að svona, hversu mikið sem virðið þú ert í stöðunniðinni er bara svona, já, þú dóst næstuð í 5 ár já, og borðaðir sveppi, eða þú veist, bara svona borðaðir gras og sveppi og stundum lamb Mm. í 5 ár, þú mátt alveg, þú veist, eitthvað, þú mátt alveg chilla. já, Þetta er svona eins og einhver myndi koma heim til þín og bara svona mála húsið þitt og skipta um gólfið þitt, bara svona, þú mátt alveg, já, þú veist ég skal bara, ég ger eitthvað annað ég get alveg þú veist, Það ekkert er mál, svo- skilur þú bara chilla bara, já, slappa það. það er svona alltaf bara svona gamla þingmannakerfið Já. Var það, þú veist, það er bara svona þinn þingmaður Ég vil fá það. það er bara þinn Aftur. gaur í borginni Bara Það er your guy. full on Leo Getz úr Já. úr Lethal Weapon. það er bara svona, þú veist, fór alltaf ringin þú veist, fyrir Já. kostningar og það er bara eitthvað svona, hei, vantar þig eitthvað það er bara, það væri fínt að fá auka traktor í Það er þjóðfélagið, líka það sem þið vilja. það er bara svona, já, heyrðu, ég get reddað því Þessi ráðaukur að vilja að ráða einhverju. já, En þú veist, þeir með alveg gerðu það bara eitthvað fyrir einhvern tíma. gerðu eitthvað fyrir einhvern tíma og þá er þetta allt í læg það Bókstaflega, er ekki En- það en mikið það til er að deyja. honestly samt fyndin parturinn er bara svona, nei, allavega einn hlut. allavega Þú Þú veist, það er ekkert redeemable quality við neitt af þessu fólki. nei, Ekki neitt með þeim. ég myndaði bara svona ef þú væri einhver staðar og bara eitthvað svona
Dagur B. Eggertsson kemur eitthvað svona sprungið hjá þér, ég með tjekk og eitthvað svona Ég myndi bara svona, ég hef álitað ég myndi deyja fyrir þig Ég hef álitað Eða, Ég myndi já. alveg bara svona Ég myndi alveg, já, bara takk með þér takk maður Eða eitthvað svona, hey Þú veist, ég að fara bara að ræða við Big Dog Já. Ég að fara á þing, sko bara, Sko- hvað vantar, þú veist, þið búið hérna Ég Hvað er- vantar? ég er up to bat for you Já, hérna Við erum ekki með tryggja fæsa rama Þú veist, vantar, við erum með, þú veist sko, Við erum alltaf með einhverja mjölvesmiði hérna og eitthvað svona sko ég þekki alveg gaur Ekkert mál, ég reddi þessu bara ég tala Ef hann myndi segja það, ef hann myndi segja alltaf já, redda og gera það svo já Ég myndi bara ekki svona ég myndi damn. að þér hvað væri mikil samfélagsleg trú á kerfið Já, hvað væri bara hvað það væri fokkin brjála tæmi Það væri magnað ef fólk hefði trú á samfélaginu Já. Það væri geggjað það er líka svona þegar fólk er eitthvað, af hverju hvað gerðist eiginlega, bara svona þið hættið að gera eitthvað fyrir einhver Það er samt svo Eð, Það er svo fyndið að bara svona að fara í svona aðeins minna bæjarstæði já, og bara svona já það er eitthvað já, það er eitthvað fyrir einhvern Já. fyrir hvort annað það er bara svona einhvern tíma býr fólki hérna sem að myndar samfélag sem eru nágrannar það er svona tekur þátt í lífi hvers annars Já Það er magnað það er fokkin Magnað fyrirbæri fokkin nuts Já En ekki hérna nei Í svo ógeðsborg skýta kamar strulluborg Þetta er svo þú veist, þú veist, Þetta er versti staður hann er evil Þetta er evil staður Þú Það er finnur ílska það. í loftinu þegar þú ferði upp á Ártúnshöfða það er bara svona hérna er evil Já hérna er slæmt það er eitthvað og það er Það ekki þú veist, mér líður svona svo þú veist maður sér myndir frá Texas það sem er ekki gangstéttir Já. ég bara gæti allt þessi verið hérna Já, ég veit alveg að það það er gangstéttir en það er svona þú veist það er eitthvað svona þú ert fyrir ef þú ert úti þá ertu fyrir ef þú út fyrir það er líka ólulegt Já, það er álulegt að vera úti það er bannað að vera úti það er til að útskýra þetta Við þurfum að fá lögfræðing Já. honestly það er alveg Við þurfum að fá einhvern bara svona alveg góðan lögfræðing til að útskýra af hverju þú mátt ekki vera Já. úti eða þú veist basically lögreglan getur heimtað skilríki frá þér ef þú ert úti á almannafæri Ég hef nefnilega lent í því einu sinni varstu með vefriðið þitt Nei, en ég var sko rétt fyrir utan hjá mér og það er eina ástæðan fyrir því ég held ekki að fara Ef þau sögðu sko, ég er eitthvað svona já, ég er bara heim Já, ok, ertu með skilríki? Og ég bara eitthvað Nei, bara já, þú þarfst að vera með skilríki og ég bara eitthvað Ha? papírin bitte Það var bara býr Íslendingur hér eitthvað, þú veist En já, svo bara fór ég inn og þú veist þannig að alltaf þegar þú ert úti þá er það því að ekki að því þú mátt það heldur að lögreglan er að leyfa þér það Já, en það er líka, þetta er munurinn eins og við höfum talað um á, þú veist Bandaríkin mega eiga sumt Já. og það er að, það er lögulegt, það má allt nema það sem er bannað já, það má allt nema sem er bannað, en hérna er allt bannað nema það sem má. Já. Það er svolítið magnað. það er ég var að útskýra þetta fyrir bandaríkjamanni í fyrra og hann bara svona, hann gati ekki skilið hvað ég var einu svona að tala Nei. hann er bara svona já þú veist Já, þú veist, ég veit að bandaríkjumenn eru mjög kærusjúkir og allt þetta Já, er svona já. eitthvað En þú veist, en það er bara svona geta það já, þau hafa eitthvað svona þú hefur eitthvað vald til þess að þú leita réttar þíns ótrúlegt djúsis að því líka djúsis vitleysa hvað er það að því þú veist eins og með bara svona þú veist gauranir sem eru að þú veist flytja bjór til Búlgari og aftur til Íslands á 4 mínútum Já. bara svona, mér finnst það geggjað að því að mér finnst að ef að lögin eru virkilega svona illa skrifuð Já. þá á að exploita það Já. og það á að skapa pressu til að skrifa betri löggjöf 100% að því að þannig, þú veist við verðum að geta verið bókstafstrúamenn þegar það kemur að lögunum Já, þú veist, það verður að vera nákvæmlega það verður að vera sem einn hlutur Já. og það er þú veist, eins og með bara svona þú veist, gaurinn í Bandaríkjunum sem eitthvað svona komst að því að það var eitthvað hámarksgjald hjá póstþjónustunni þannig að í staðinn fyrir að flytja húsið sitt þá sendi hann sér húsið sitt í pósti Já. á milli fylkja og það bara svona pósturinn þurfti bara að flytja húsið hans til Idaho Já. fyrir 7.000 bara og það bara svona þannig rúlaðir það bara ef þú nærð okkur
það er bara, ok, fínt, þú náður okkur. Þetta er fair game, þetta Já. er algjörlega svona, þú veist, svona er leikurinn spilaður sko. Já, mér finnst það cool. Mér finnst eitt cool við íslensk lög er bara eitthvað svona einhver skrifaði Grágás og bara svona Já, þetta er frekar mikið allt sem má ekki já, veist. Það er cool. Þú veist, bara svona, það er ennþá Já, bara eitthvað svona, einhver huge procent það er bara eitthvað svona þú veist, já Já. Bara ekki vera evil, ekki vera, þú veist, ekki vera slæmur. ekki vera slæmur og vondur Það er líka fullt af cool dóti í Grágás. Já, Eða til dæmis, ef þú ert að ferðast og eitthvað svona, ert svangur, þá máttu, þú veist, þú mátt veiða fisk og þú mátt Já. tína jurtir og þú mátt afla þér matar þó þú setur hann á landi hjá einhverjum öðrum. já, Það er þetta bara er náttúrulega hann er svangur, hann er að fara inn einhvert annað. hvað heitir þetta, allra mannagangur eða eitthvað, Já. almenningur eða Jú, eitthvað þannig, almenningur, eitthvað svona ekki. já, það er eitt af hlutunum sem ég bara svona við þurfum að þú veist, þar er ég bara svona ofsatrúa maður, er bara svona, nei við þurfum að geta labbað Já. yfir landi á fólki, Já, þú mátt ekki banna mér það, það er löglegt. já, það er löglegt en það má ekki hætta að vera Nei, löglegt en þú veist, meiri sé sko þó að það sé löglegt, landeigandinn mun samt bara hringi lögguna og löggan mun koma að fjarlægja þig, Já. þó þú sett ekki að fremja glæp, Mm. vegna þess að það er allt bannað nema það sem á, já, og það er háð einhverjum svona duttlungum og skilyrðum hjá fólki, hvort það megi eða ekki. sko þetta er svona í veðileifinu þú veist að taka veðileifið það er svo finna reglur eitthvað svona ef þú býrð á landi þar sem er stöðu vatn þá þú veist, hittist því í miðjunni og þið megi þú veist, veiða Já. það langt og eitthvað svona en ef að stöðu vatni nær 15 metra dýpt inn að 30 metrum og landið endar við bakkan þá var svona hvað? Hæ? Hvað er þetta? En prestar, þeir eiga veiðileyfin á landinu sem Já, að vissum það ekki? Nei. Svona prestar, þú veist ég var svona spjallega mann sem að er algjört bara ekki góð mannski Já. fjórglæpa maður Já, stórbrotin fjórglæpa maður sko. og hann sagði já ég hefði átt að vera prestur sko. og ég bara eitthvað svona akkur svona bara til að hann geti hafa grætt aðeins meiri pening á að gera ekki neitt á að gera ekki neitt og hann er svona, já ég geti bara eða varp ég geti verið með, þú veist með á og það lags inni þá átt þú það bara Já, af því þú býrð já, á landinu já, og ert heilagur það er ef þú heldur á sér heilagur samkvæmt fucking þjóðkirkja. eða mér finnst það magnað Já, en þú veist, það er svo margt í þessu eitthvað svona vákaði mikið að kirkjum á Íslandi það eru fucking 780 kirkjur já, það var minni skattar ef þú átti kirkjulandir inni það er frekar næs. frekar næs að byggja bara kirkju Já. Þá. Það var ekki krúnan tók vill klaustrin í næsta þætti í næsta þætti. þá munum við tala um krúnuna sko. Þetta er komið gott Þetta er komið gott. Við fórum að fá okkur eitthvað að borða. borðum eitthvað Já, ok. hvað er fólk að borða sendið inn ábendingar Æ. hei